Já, velkomin á Frelsi TV, þar sem að hlutinni gerast og raunveruleikinn opinberar sig á óþægilegan hátt fyrir suma. En ég vona að allir heyri vel í mér. Það er nú svolítið síðan ég hef gert vídeo. Beint. Ég er nú bara upptekinn að lifa lífinu lifandi eins og maður á að gera. En mikið í gangi. Svolítið mikið í gangi alls staðar núna. Það eru náttúrulega forsetakosningar. Eða sirkusinn. Forsetasirkusinn eða Dona-sirkusinn er mættur. Og mafían ætlar að leyfa fábjánunum að velja næsta Don. Sem getur svo sem verið bæði vont og gott og allavegna. En það er ljóst að þessar forsetakosningar eru einskisverði. Þar sem að er kosið með blýöntum, blýföntum, það hefur ekkert gildi. Og og kurl er að koma upp úr gröfum. Alls konar kurr og kurl er að koma upp. Og ég var að hlusta á, ég verð ekki lengi í kvöld sko. Þetta er bara, það er ákveðnir hlutir sem að ég þarf að nefna núna á þessum tímapunkti. Þetta verður ekki 3 eða 5 tíma prógram sko. Ég er á fullu í vinnu þannig ég hef engan tíma í svona vitleysu. En sko það er samhengi hlutan er að koma betur á yfirborði núna og virðist vera enn einu sinni er að sannast að ég hitti beint í mark með hvað er að gerast. Og þetta Panama partí var og er fjármagnað af erlendum vogunarsjóðum og alls konar drullumalli frá heimsvalda gaurunum í Washington og Brussel. Það eru sérstaklega árásir frá Washington greinlega núna, þegar þar er funda og þar eru ákvarðanir teknar. Og ég var að hlusta á viðtal við hann Sigmund Davíð Gunnlaugsson á útvarpi Sögu, þar sem hann fjallar þessa atburði. Og glæpastarfsemi forsetans Ólafs Ragnars Grímssonar er að koma betur og betur upp á yfirborðið. Og hann greinilega í samstarfi við sína valdstjórnar mafíu reyndi að taka völdin af ríkisstjórninni. Að hann er þarna á fundum í Ameríku með George Soros og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Rockefeller og Gena Kára og Lilju utanríkisráðherra og einhverjum fleiri svona töppum, svona túrtöppum. Og þar var plottað og Jóhannes í Reykjavík Media er að sannast ennþá betur og betur að hann er skúrkur ásamt þessum sænska Sven Tappa. Og þetta lið er allt saman meira og minna greinilega í samvinnu við leyniþjónustu NATO eða CIA sannlega í þessu tilfelli, sér þetta verkefni. Og planið var að taka
Sigmund Davíð út og hans ríkisstjórn og sitja utan þingstjórn, hreinlega ræna völdum á Íslandi, eða í þessum sirkus sem er valdstjórnin, hún er náttúrulega öll ólögleg, þannig að það svo sem skiptir ekki máli, það er svona deildir innan mafíunnar sem er að bítast völdin og Ólafur Ragnar er greinilega fremst í tappinn á þeim túr að hann einfaldlega hótaði sitjandi forsætisráðherra að skipa bara nýja ríkisstjórn. Hunskaðist ekki burtu með þessar áætlanir sínar að það er rétt að hluta heimilana og vinna fyrir Íslendinga og gefa þessum árans glæpamönnum og þessar erlendu mafíu fingurinn. Þannig að Sigmundur Davíð blessaður hefur vaxið í áliti hjá mér og sama hvað búið að ala upp mikið hatur í heila settinu ykkar, þá er hann og þeir sem á baku að standa að gera eitthvað rétt fyrir Íslendinga. Þeir hafa hafnað Evrópubandalagsaðild sem er alveg skelfilegt fyrirbæri. Það er alls konar annað sem að þetta lið hefur verið að vinna sem er í sjálfu sér ágætt fyrir Ísland, ekki það að þetta lið er gjörspillt, ég áttum á því, en svona í stóru málunum þá er þetta lið að þá er þetta lið að svona gera kannski það besta í stöðunni eins og hægt er. Hins vegar er, eins og ég hef sagt ykkur, innheimta á skatti með valdi eða ofbeldi er glæpur. Valdstjórnin er skipulögð glæpasamtök og yfirmaður þeirra glæpasamtaka í dag er Ólafur Ragnar Grímsson og það eru 9 plebbar sem vilja komast að inn sem 9 mafíósa dónarnir og þetta er allt saman kriminalt. Þetta eru krimmar, þetta eru glæpamenn og þetta eru margra áratuga blekkingar sem er í gangi og kannski erfitt að sjá þær. Ég sé þar alveg skýrt sko, alveg kristalskýrt hvað þetta er mikið glæpa og blekkingastarfsemi. Og sko bara á þessum vikum eða mánuði, eða 1,5 mánuði eða 2 mánuði, hvað þetta er, frá því þessi aðferð var gerð af ríkisstjórninni og nýir aðalar komið inn, þá er búið að sitja í gegn alveg skelfileg lög bara quiz bang. Það eru lög eins og þessi þjóðaröryggislög eða hvað heitir það ekki, NDA, þetta sem þið kölluðu Patriot Act í Bandaríkjunum eða svona nánast bara herlög sem búið að sitja á Íslandi í stílu við það sem var gert í Bandaríkjunum. Og það er búið að setja lög eitthvað svona heimilisofbeldi, þannig að varnarveggir heimilisins með þessum lögum sem búið að setja eru brotnir. Og þessu var hraðað í gegn þennan sirkus sem kalla sig Alþingi. En á sama tíma var hafnað eftirliti með lögregluhaugum, með lögguhaugum og þeir taka aldrei lyfjapróf eða neitt slíkt náttúrulega. Þannig að plebbaskapurinn heldur áfram, þjóðfélagsverkfræðin heldur áfram, heilaþvotturinn heldur áfram og vitleysan bara veður áfram. Reyndar er athyglivert að það eru kenningar sem hafa komið fram hérna á Frelsi TV hjá mér aðalega og gestum mínum, sérstaklega Guðjóni Reynberg, að þar hefur komið fram, ég kom fram með þá kenningu að stjórnarskráin væri stjórnskipunarlög, ekki
hefði ekkert með lýðræði að gera og að þessi fabúla að þetta væri einhvers konar lýðveldi eða stjórnarskráin kæmi frá fólkinu lygi. Og þetta hefur yfir mafíósin á Íslandi Ólafur Ragnar Grímsson staðfest í sínu ávarpi til þjóðarinnar. Og núna síðast Ragnar Aðalsteinsson lögmaður. Þannig að það eru engir smá kallar sem eru í rökræðum við Frelsi TV. Áttu ykkur á því. Og það sem að Frelsi TV að gera, ja, sem ég að gera, að opinbera þetta dæmi. Og það hafa fá mótor komið sem hafa haldið vatni sem að afsanna það að þetta skipulag glæpastarfsemi. Valdstjórnin stundar skipulag glæpastarfsemi. Sú fullyrðing mín stendur einfaldlega. Og við munum á Ítalíu þegar þar var allt saman gegnum sósað af mafíustarfsemi og skipulagðri glæpastarfsemi. Það hægara sagt en gert að vinda ofan að því. Fyrsta lagi fólkið yfirleitt alveg gegn sósa í Stokkólms einkenninu og það gegndarlaus heilaþvottur í gangi í gegnum fjölmiðla. Og við sjáum bara hvernig forseta fjölmiðlunin hefur verið. Þar hefur verið beitt svæsnustu glímubráðum sem hægt að hugsa sig. Og RÚV hefur reynt alls konar annarlega hluti í þessu. Og skoðanir. Það sem sagt nýerði frá mér, skoðanir. Það skoðun einhver aðilega á skoðunum annarra. Það eru engin vísindi. Já, það eru vísindi á bak við skoðanakannanir, eins og það eru framkvæmdar, þá það engin vísindi. Þetta bara lyga og blekkingastarfsemi. Og þessar skoðanamyndanir eru falsaðar. Það ekkert að marka þennan söng. Og aðferðin við að falsa skoðanakannanir liggur í tölvuúrtakinu. Hvernig þú velur tölvuúrtakið. Já, slembiúrtakið eða hvað það Og það óbærslega mikið af fólki sem segir að það aldrei nótt að vera hringt í mig í könnunum. Aldrei. Og þessar kannanir skipta engu máli heldur að því að það eru allir kjörgögnin öll sem fölsuð. Það bara farið og strokað út og skrifa nýtt nafn og það eru skrifaði nýjir seðlar og þeim bara sturtað í og veist, þetta bara sirkus, þetta bara skúespil, þetta bara heimska, þetta bara vitleysa. Og ég heyrði nú meira að segja Sturla, blessaðan, byrja að segja já, en þessi kjörkassar eru núna með einhverjum nýjum innsiglum frá okkar nýjustu hreinu meyjum sem heita píratar. Nú að tjalda píratum alltaf svona með einhverju gömlu dömubindi til þess að líma líina saman. Píratar eru keyptir og eru búin að selja sig eins og allar hinar hórnar. Að trúa því í eina sekúnd að píratar séu í einhverju alvöru, veist, það bara vitleysa. Og þá var Sturla að segja að þeir eru að sitja svona alveg sérstakt innsigli, þannig að núna þetta alveg örugt með þessu kjörgang. Eru menn búin að gleyma húsasmiðjuteipinu?
Sko, fyrsta lagi, þá er þetta allt saman trékassar. Trékassar eru skrúfaðar saman með tréskrúfum. Og þú þarft ekki að skilja hvernig töfrabrögð eru framkvæmd, töfrar 101, að þú færð athyglina alltaf frá falleranum eða trikkinu, sko. Og það er alveg sama hvað þú setur mikið innsiglum á toppinn á kassanum, þeir bara snúa honum við og skrúfa botninn úr honum. Það er ekkert flóknara en það er ekkert innsigla á botninum. Og þið treystið musterisreglunni til þess að fara með kjörg. Ég bara, eins og ég sagði á Hermageddon síðast, viðtal sem að þeir birta ekki, þeir földu það í fullum þætti, þeir gera þetta alltaf þegar það þarf að þagga Jónum Axel litla, að þar talaði ég þetta í smáatriðum, ég reyndar klippti mitt viðtal úr og setti það á frelsitv.com, þið getið séð á það, eða hlustað á það. Þá benti ég einfaldlega á að það er ekkert að marka neina papíra sem eru skrifað með blýantum. Pröfa að fara með blýant skrifað skuldabréf í dómsal og sjáðu hvað þeir segja, þeir bara hlæja að þeir. Sama er með forseta, með þessi núverandi sitjandi forseta. Þegar hann kemur fram og þykist vera með einhver völd, ég meina það fullt af fólki sem trúir því hann sé með einhver völd, en það er trú, Jesús sem er alveg hlynntur trúfrelsi. En ég meina, ef ég trúi því að einhver skuldi mér eitthvað skuldabréf sem ég skrifaði með blýanti, þá er það mín trú, það þýðir ekki að ég get fengið einhver aðra eða dómstól til þess að handrukka það inn fyrir mig. Sama er með valdstjórnina og þess að blýfanta sem að telja sig vera með einhver völd yfir öðru fólki. Það eru bara fávitar sem trúa því sem að gangast undir þessu völd. Allir aðrir eru óháðir þessari vitleysu og geta bara gefið þeim fingurinn. Og þá er komin upp mjög athyglisverð staða. Það þýðir að öll lög í landinu eru raunfallin. Allt skipulaða glæpakerfið sem kallað valdstjórnin er hrunið. Og eina sem við höfum eftir er bara maður og mann. Og sem er svo sem alveg frábært kerfi eða frábær staða. Og þá kemur upp svolítið athyglisvert dæmi sem heitir Coppoból, ábyrgir, hver er ábyrgur? Og það þýðir einfaldlega að allir eru ábyrgir gerða sinna. Sem að þýðir það að Ólafur Ragnar Grímsson ætti að vera handtekinn leið og ætti að vera löngu búið að handtaka hann fyrir morðið á Sævari í Hraunbænum. Morðið á Sævari er út af eiturlyfjabraski valdstjórnarinnar íslensku og norsku valdstjórnarinnar. Og ég hef gert ítarlega grein fyrir því. Og þeir sem að koma að því eru persónulega ábyrgir. Nú allir dómstólar landsins eru búnir að sýna það á sanna, þeir eru lélegur sirkus. Í fyrsta lagi eru þeir ekki sjálfum sér samkvæmir. Í öðru lagi þá eru bara ein lög í dag og önnur á morgun eftir hver er á í hlut, hvort þú ert innvígður eða ekki. Og það er bara eins og hver annar sirkus. Ég meina það kemur sirkus í bæinn, þá ert ekki neyddur, þá er ekki tilneyddur til þess að fara og hlusta að vera í því dæmi, sko. Ég meina þú getur alveg farið. Getur keyptir aðgangsmiða og hort á sirkusinn. En svo kemur kannski bara 2 mánuði seinna annar sirkus og þú getur svo sem alveg farið í hann líka. Ég meina það er ekkert sem bannað það. Og þótt að sirkusin sem kom fyrst segi við því að við erum eini sirkusin í veröldin og þið megi bara horfa á okkur, þú þarf ekki að hlusta á það. Þannig að valdstjórnin sem er að predika þetta eins og sirkusstjóri, að við erum eini sirkusin í bænum, við getum bara verið hérna í okkar sirkus, það er bara prump.
Það bara þeirra skoðun og þeirra trú, kemur engum öðrum við. Og það þetta sem að valdstjórnin að uppgöta, og það panikinn sem í gangi. Það panikinn sem að byrjar hér á Frelsi TV. Hér byrjar bömmerinn. Þess svo margir sem svo reiður út í mig og hata mig og þola mig ekki, og hann hatar konur, hann bara bara whatever, sko. Ég meina, ég með sirkus í gangi hérna og þið þurfa ekkert að koma frekar yfir lið. En þetta allt saman að renna í vaskinn. Það bara allt komið í vitleysu eða réttleysu. Það kannski loksins hlutirnir að komast til í rétt horf. Ég í sjálfu sér sé ekkert neikvætt við það að þetta viðbjóðsdrasl hreinni allt saman. Ég sé ekkert neikvætt við það, ég sé allt jákvætt við það. Og sko, bankamenn, ríkisstjórn, lögreglustjóri, landhelgisgæsla, heilbrigðiskerfið, allt þetta dæmi. Það var eitt sem að Sigmundur Davíð benti á í viðtalinu, hann á sögu að Jóhannes Drullu maður var alltaf inn í íslenskri erfðagreiningu og með annan fótinn þar. Þið sjáðu að það var viðtal við Kristir Hrafnsson á RT eða Press TV, og þá var hann niður frá hjá Reykjavík Media. Gott ef að Reykjavík Media ekki bara með aðstöðu hjá Gena Kára. Þannig að þetta þessir amerísku döllusokkar, Soros, Rockefeller og Clinton Foundation, eða hvað þetta heitir allt saman þetta lið. Reyndar þeir með tvist núna, þeir að sitja fyrst upp 2 turna sem Davíð og hinn plebbin þarna. Og svo ætla þeir að láta þá berjast og bítast og falla og síðan sitja í kettlinguna þarna upp Hallu eða hvað hann heitir. Nú Kópavoginum eins og ég þar. Þannig að það ekkert að marka þennan sirkus, þennan forseta sirkus. Og ég sem betur fyrr bauð mig ekki fram til forseti í mafíu. Ég tekið þetta dæmi áður, ímyndað ykkur að það bara eitthvað mafía sem farin að handrukka alla á Laugaveginu, sko. Og bara alltaf taka einhverja prósentu og þannig að það verið í áratugi eða árhundruð og svo hefur einhvern veginn mafían stundum gefið eitthvað tilbaka og þá bara allt gúti, sko. Að þetta mafía í grunninn, sko. Þessi hugmynd og þessi hugmyndafræði samhverf mafíufræðinni. Og þess að sjáum við að þetta gengur í svona fjölskyldur, El Familia, ég þarf að fá mig kött hvítan til að klappa. Allt sem þið sjáum við mafíustarfsemi, allavega svona bíómyndamafíustarfsemi, á við íslensku valdstjórnina. Og þeir sem verða ógeðslega ríkir á þessu mafíósarnir og fjölskyldur þeirra, og þeir meðal annars þeir sjá allan eiturlyfjainnflutning, þeir nota svona monopóli aðferðir, eins og til dæmis þið sáu það gerðist hérna í miðbænum. Þar var eitthvað samstarf dyravarða og lögreglu og það byrjaði rosalegt ofbeldi þar og vesen og vitleysa og
og svo var bara allir miðbærinn, allir barir og veitingastaðir og allt komið í eigu góðu gæjana, the Goodfellas. Og þið sjáu það sama gerast á Keflavíkurflugvelli þegar túristinn byrjaði þar inn, þá bara allir Goodfellowarnir komnir með sölubásana þar, allir aðstöðu þar í höndum Goodfellows. Og sama starfsemi í gangi núna í túrismannum, það náttúrulega einhverjir fávitar sem ekki innvíðir sem hafa eignast peninga á túrismannum, að þar sama starfsemi í gangi að hrista alla fávitana, því þeirra hrista út alla venjulega borgara út og koma þessari túrisma hvalreka í hendur á Goodfellows. Og það eru nefnilega tvær, það aðeins flókið átta sig á mafíunum af því að ASI ein mafían og lífeyrissjóðakerfið. Og lífeyrissjóðakerfið og ríkissjóður raun og all þessi starfsemi Ponzi scheme. Þetta svona Bernie Madoff business. Og þetta ekki bara að gera á Íslandi, þetta að gerast í Evrópu líka á Bandaríkjunum og í þessum vestræna heimi. Hið vestræna peningakerfi og velferðakerfi vesturheims eitt stórt Ponzi scheme. Og nú eru gríðarlega mikið að fólki að verða gamalt og vill taka peningana sína úr velferðakerfinu sem búið að skattpína allt þeirra líf til þess að borga inn í. Og það ekki peningar, ekki verðmæti og það eru milljónir, tugir milljóna manna í Evrópu og Bandaríkjunum sem munu bara fá fingurinn þegar þeir fara að reyna að sækja eftir sínum réttindum. Og og þá mun fólk fatta það að það búið að spila eitt stórt Ponzi scheme á þeim. Deutsche Bank til þess farin að hrynja núna eftir sömu línu og Lehman Brothers. Og ríkissjóðir eins og bandaríski federal og ríkissjóða drullum allir í Bandaríkjunum á kafi því að kaupa hlutabréf til þess að halda verðum uppi. Og gullverð og svo náttúrulega allt þetta kabal, þetta Soros og Gina Kári og allt þetta lið. Þeir eru bara að halda vélinni eða vitleysunni gangandi með einhverjum svona sjónhverfingum. Og en hinn blákaldi veruleiki sá að og til dæmis þessu olíusjóðurinn norski, hann bara tómur, þetta bara blekking. Og það stríðið sem að brjótast út í Evrópu. Það óþarf að kalla það þriðju heimsstyrjöldina, það má kalla það bara Ponzi scheme stríðið. Og í raun eru flest stríð tengd bankamafíunum eða þessari erlendu mafíustarfsemi. Federal Reserve og allt það, þið þekki þetta, ég búin að fara yfir oft. En þið sjáu það að Bandaríkjamenn eru lang stærsti vopnaútflytjandinn. Og við sjáum það bara í Noregi og Svíþjóð hefi vopnaiðnaður og allur álbransin á Íslandi allt saman vopnaiðnaður. Þannig að þessi estrógen kettlingakerfi eru rekin á stríðsglæpum. Það business modelið fyrir vestræn þjóðfélag. Það skelfilegt fyrirbæri. Og eins og allar glæpastarfsemir þá enda þær með skelfingu. Ég meina það virðist bara vera þannig. Allt sem glæp og í bulli það endar með skelfingu. Annað sem að veldur mér áhyggjum, það að fólk tengir ekki stríðsáróður sem í gangi. Múslima hatur
stríðsáróður. Og Íslam þessi hræðsla við Íslam stríðsáróður. Ekki það ég trú á Íslam eða múslimst. Það hefur hann ekkert með það að gera. Í seinni heimsstyrjöldinni þá getið þið séð gríðarlega mikið af plaggutum og áróðus auglýsingum eða starfsemi þar sem hafa verið að mála svart fólk upp sem vonda dímoninn, sko. Að þetta í öllum kellingastjórnkerfum og þá alltaf einhver dímoniseraður. Og núna hefur verið valið að nota múslima og Íslam sem grýluna miklu. Og fólk bara gleypir þetta. Við sjáum líka sömu verkfræðina í þessu Sigmundshatri. Hvernig fólk alið upp eða heilað þegið upp í það að hata Sigmund Davíð. Það finnst mér mjög merkilegt rannsóknarverkefni sem að tók síðan hápunktinn í þessari aðför forseta Íslands gegn forsætisráðherra landsins og þessum drullusokki hjá Reykjavík Media og sænska mafían var með í þessu og þess að skandi ég bent ykkur á að yfirmaður NATO og fyrrverandi sænskur forsætisráðherra voru hér á leynifundum með borgarstjóranum í Reykjavík og það setið Ísland og þessi rússagrílu hræðsla svo ólógisk og heimskulega það ég nenni varla að tala það, sko. Ef að þú ert á þessum stað að vera að láta matreiða stríðsáróður ofan í þig og þú fattar það ekki, þá ertu heimskingi sem hefur ekkert að gera hér á Frelsi TV. Farðu bara að horfa á Skrújó. Þar áttu heima. Farðu að horfa á nokkra gamla þætta Kastljós. Ef þú hefur mistað ykkur. Þú mátt ekki missa Kastljós, sko. Og alls ekki missa af neinum fótboltaleik núna. Talandi það eru töluvert mikla líkur á því að það verði risafalsku fáni á þessum Evrópuleikum núna. Ég mjög þreyttur núna. En mun ekki hvort þið munið New World Order myndbandið. Það var nokkuð merkilegt vídeó það sem var sýndur. Þar var sýndur svona fótboltaleikur sem var sprengdur upp í tætlur. Það var sjónvarpsauglýsing. Það var ég finna nú ekki svona fljótu bragði. Ég munið eftir því, það var svona fótboltaleikur svo sprakk svona undan hann og þannig að hrundi niður jörðin. Og byrjum við það eru komin fram, þeir þurfa alltaf að segja okkur frá öllu á þeir gera það.
og og þetta er eitt af því sem þeir hafa sagt frá. Það er Já, ég finn þetta ekki hlutabræði. En þetta var ég byrja barnamyndir, ég var ekki að vita það. Já, Eurovision, það var náttúrulega fölsuð niðurstaðan á Eurovisioni, muni það var atkvæðin féllu Rússum í vil, en dómnefndirnar völdu Úkraínu með vægast sagt pólitískan áróður í laginu. Þannig að það er eitt dæmið enn já, fótboltaleikur. Nei, þetta var auglýsing. Þetta var ekki Batman movie, held ég. Bíddu nú við. Ég held að það var Sony auglýsing eða eitthvað svoleiðis. Já, þeir eru ekkert að hjálpa mér núna í Google, sko. En þið getur fundið þetta. Við erum kannski ekki að tala sömu auglýsinguna. En það verður gaman að sýna ykkur. Já, það ok, Batman football scene. Batman football scene. Ok, tjekkum á þessu. Bane blows up football field. Og kannski hef ég rangt fyrir mér. Nei. Það er í góða lagi. Já, þetta er rétt hjá þér, meistarana. The Dark Knight Rises. Vondi kallið er kominn. Ég má ekki spila þetta þá. Fæ ég copy strike. Já, Batman myndirnar hafa einmitt. Munið Batman, þarna falska fánan. Og já, veitum við. Þetta er líka predictive programming. Þegar þið hafið séð þetta, já, akkurat góður, þetta er það sem ég var að tala um. Sjáðu. Þetta er þeirra blauti draumur, að gera eitthvað svona. Þannig að það verða
öllum líkindum eitthvað svona stönd og líka það komið svo mikið pressa sko. Nú eru analyserar eða greinarar farnir að benda á að já, takk fyrir tipsin, þið hittuð í mark, ég var way off. Og menn eru einn þarna presturinn sem múslima presturinn sem predikarinn sem ég myndband á frelsitv.com. Já, takk eftir á frelsitv.com. Þar skal ég segja ykkur, ég búin að bæta við innskráning. Og það getur verið að ég þrói þetta meira upp í áskriftar dæmi. Þið getið byrjað að skrá ykkur inn og ég mun líka nota þetta til þess að senda tölvupóst á þá sem vilja. Ég byrja með eitthvað þátt eða vill koma einhverjum skilaboðum á framfæri, þá mun ég nota póstlistan úr þessu kerfi En það hann Sheikh Imran Hussein. Já, ég var að bæta við nýjum link, humor. Ég mun vera með meira svona, þetta svo þægilegt form fyrir mig að ég mjög gaman að þessu sko, að gera svona grín. Þetta svona kaldhæðnis grín og þannig ég mun gera, þetta kemur í svona bylgjum að Sheikh Imran Hussein og fleiri að tala að það verði starta stríði fyrir 4. nóvember og það vita allir að það gríðarlega vopna uppbygging Vesturveldana í kringum landamæri Rússlands og war games beggja vegna landamærana. Það gríðarlega mikið af hernaðar uppbyggingu í Miðausturlöndum. Það gegndarlausir stríðsglæpir í Jemen núna. Írakar og kó eru að hrinda innrásarliðinu. Þeir eru í mikil sókn núna gegn stríðsglæpa bandalagi NATO og kó. Og Rússar voru vinsamlega beðnir að sprengja ekki Nusra-frontinn í Sýrlandi. Þú veist, af hverju eru NATO og kó að beðja Rússa að sprengja ekki ISIS og Nusra, eða hvað þetta heitir allt saman. NATO og kó að beðja að Rússa ekki sprengja þetta fólk sem allir eru búin að lýsa yfir að sé eitthvað svona glæpa. Þetta náttúrulega málaliðar. Þetta eru málaliðar NATO og kó og ástæðan fyrir þetta heitir NATO að það fullt af vonasjóðum sem eru með lið þarna á launum, málaliða og Sorrow hendi $2 biljónum held ég í að destabilisera Úkraínu, bara hann sjálfur, eða þessir skattfrjálsu sjóðir hans sem voru upplýsa skattasvik annarra. Þetta orðið svo mikið keks að það bara, þú veist, þegar þið hlustuð á mig þá hlýt ég að hljóma eins og einhver vísindaskáldsaga sko. En mér hefur nú tekist að bakka upp allt sem ég hef sagt sem betur fer, þrátt fyrir aðrir haldið fram að ég hafi ekki gert það eða getið það ekki. Og Harmageddurnar nota einmitt mikið gasljós á mig
fyrir mig. Það hefur kannski áhrif á eitthvað hálfum. En sko ég veit ekki hvort þið hafi verið að fylgjast með þessum fjölmiðli hér sem ég vitna nú oft í, sem Press TV. Press TV lenti því til dæmis að voru hirtir af þeim bara allir peningarnir í Evrópu. Það voru bara frystir En ég meina, horfið á þessa fréttamiðla. Sprengjur í Istanbúl, það náttúrulega Tyrkland. Tyrkir og Þjóðverjar að fara í stríð. Deutsche Bank að hrynja eins og engis í morgundagurinn. Og það gríðarlega mikil barátta á milli þessara gömlu stríðsglæpa herra hér og það erfitt að sjá með Trump hvort hann sé eitthvað skárri en hann sennilega á sömu glæpina lærður að sko það alveg sturlað stríð í gangi í Mið-Austurlöndum og þetta líka menn eru farnir að sjá í gegnum þetta á Vesturlöndum og það ástæðan fyrir að þeir eru að undirbúa atriði eins og Zika-værusin og fleira slíkt og þeir eru að spreyja eitrið yfir fólk eins og engis í morgundagurinn að þeir verða að taka á heimalöndunum sínum og svo líka náttúrulega fjármálakerfið að hrynja og fólk mun bara þú veist þegar allt fer í klessu hjá þeim og þá þurfa þeir að hafa kontról á heimalöndunum sínum og annar vefur sem mjög góður sem heitir Zero Hedge og já, endilega ef þið hafið áhuga á að taka þátt í Frelsi TV þá þegar þið skráið ykkur inn á vefinn hjá mér þá getið gert ykkur að contributors eða þess þá getið þið skrifað ég hefði mikið áhuga á því ég mun alltaf ritstýra vefnum áfram en ef þið hafið áhuga á því að hjálpa mér og það getur verið undir dulnefni það skiptir ekki máli, ég get ekki ábyrgð á þess að ég myndi það alltaf lesa eða hafna eða breyta að þýða greinar af þessum tveim vefum hérna sérstaklega The Press TV og Zero Hedge og það sem að gerast í Þýskalandi að Deutsche Bank að hrynja hvernig skrifa það aftur að hvernig skrifa það Deutsche Bank kannski Google hjálpi mig með það það ég reytur núna það reyndar það nú oft bestu vídeó þegar maður alveg döið uppgefin líka búin að vera svo mikið sól í það já, það kemur ekki til það ok
En hérna, bíddu við, tökum hérna Zero. Þetta eru svolítið gamlar fréttir ok, bíddu við. Þeir eru með sama Deutsche Bank og ef við segjum það Lehman að það eru línuritin þeirra eru nánast eins í dag að ok, þetta er áhugavert images, fáum hérna línuritið, já, sjáðu hérna þetta er akkurat línuritið sem ég vildi fá að sjá það fullt aðalum að fjalla þetta nema íslensku fjölmiðlunar þær eru ekkert að tala þetta segir þeir eru bara þöglir en hérna já, hérna sjáum við Deutsche Bank að þeir eru í sömu stöðu og Lehman Brothers þið sjá að þetta var í júní 2008 þannig að maður er kannski að shorta á þetta ég er reyndar hefða sem prinsipa græða ekki á ógjafu þjóða eða svona þetta er ég menna hvers virði eru klósettpappírspeningar einskisvirði en þetta línurit er mjög merkilegt og það sem er jafnvel merkilegra er að ég hef ekki séð umfjöllun þetta á Íslandi hefur þið séð þetta að hérna þetta segir svakalega mikið og við vitum að Þýskaland hefur verið undir gríðarlega miklum árásum og Brussel er náttúrulega hersetustöð Bandaríkjamanna Evrópubandalagið er herstofnun það er ekki með svona sirkus sem kalla sig eitthvað svona þing Evrópuþingið eða hvað er við að kalla sig sem er algjörlega valdalaust þeir hafa engin vald það eru bara skipaðir bjúrókratar sem að ráða öllu í Evrópu bandalaginu og hérna pælið í því, þeir eru með þing, alveg heilt að risa þing til þess að sýnast, það er bara svona leiksýning einhver og hérna parliament og það eru bara bjúrókratar sem stjórna Evrópu já, Costco komir ekki ísbúðin inn að koma líka áskir það breytir náttúrulega öllu að fá nýja ísbúð þá er þetta að kæla sig allavega aðeins en pælið í því þetta þing hérna það vantar ekki flotta myndir þetta er valdalaus stofnun þeir hafa absolutt engin völd það sem að þeir samþykja hér eða samþykja ekki eða skrifa niður ekki, það er bara prump í myndinum en það vantar ekki stærðin á þessu og fíneríið sko það er veist fullt að gerast sko í Babylon turninum en það eru bara skipaðir aðilar sem að það eru bara skipaðir aðilar sem að ráða alltaf og hvar er þannig stjórnað það er í hernaðar það er hernaðar stjórnunaraðferð og hérna þannig að Evrópa er hersetin og þetta er sýndarmennska og
og það eru bara einhverjir skipaðir herforingjar sem ráða öllu. Og NATO, þegar ég segi NATO og Co, þá er ég líka að tala um þetta. Betur við, já, er ekki einhver líka betur við. Lífur annað, hvað finnst þér áróðurinn í sambandi við EM og múslimadæmið? Já, EM verður náttúrulega notað sem falskur fáni og múslimum kenntu það. Ég þekki ekki þessa Ameríkukeppni í USA, en er ekki einhver ólympíuleikar væntanlegir í Brasilíu þar sem að Zika-veiran er? Það er eiginlega það líka, og það verður að taka niður þessi austur eða Suður-Ameríkuríki, eins og Venezuela er bara í kaos núna. Og Brasilia er náttúrulega hluti af þessu BRIC dæmi. Þannig að það sem við erum að sjá eru dauðateygir herveldis NATO og Co. Nations. Það er BRIC, já, það sjáum við það. Þetta er þetta BRIC dæmi, og í því er Brasilía, Rússland, Indía, Indland og Kína. Að þetta er náttúrulega ekki, þessi kona til dæmis, forseti Brasilíu, situr hún í stofufangelsi, og við vitum að ég þekki, já, er hún brasilíska, þekki ekki þessa Kína. Að BRICS, já, Suður Afríka er eitt af þeim, að þessar þjóðir eru undir gríðarlegum árásum akkurat núna. Að countries with 100, að pæliði því að þingið í Brasilíu hefur bara sett þessa konu forseta Brasilíu í stofufangelsi á einhverjum furðulegum upplognum sögum. Putin var náttúrulega að glæpast með Sigmundi í Panama. Nei, það var ekki Putin, einhver frænd hans, einhver bara, veist. Þessar aðgerðir CIA eða leyniþjónustu NATO og Co er orðnar svo fáránlegar að það er ekki fyndið, sko. Svona hættulegt fólk sem að eru uppvíst af heimsku er mjög hættulegt, sko. Og allir þessi falsku fánar eru að falla. Það er fólk búið að átta sig á því að hverju standa á baku þetta allt saman, Sandy Hook og París og hvað þetta heitir allt saman bara bull og vilsa. Og það er þetta sem að er spennan mikla. Cracks in the brick, við. Hvað meina við því? Að sem sagt þessna er Brasilía, þar er þetta furðu fyrirbæri Zika-vírusinn notaði mikið, og það er þetta í Bandaríkjunum líka, það er verið að spreyja borgir með, það er helikópterar að fljúga yfir og spreyja einhverju furðu efni til þess að uppræta Zika-vírusinn. Ég kynnt ykkur það á. Þetta er það sem að hann Frosti Hermanngeta hefur sagt, að það sé ekkert að marka sem ég segi, allt sem ég segi bara hefur ekki náð að staðfestast neitt. Ég hef yfirleitt bakkað allt sem ég segi með einfallega með staðreyndum. Hef ég sýnt ykkur þetta Zika-vírus. Þið getið flett þessu upp sjálf.
og þessi vírus var skráður í einkaleyfi 1947. Það bara rétt upp úr seinni heimsstyrjöldinni, munið það ekki, 2 árum eftir það. Og þetta eitt af þessum foundationum sem borga aldrei skatt, skilurðu, og í peningaþvætti og glæpastarfsemi og alls konar viðbjóði. Og Jóhannes Sturluson hefur aldrei fjallað þetta til dæmis, eða Kastljós kellingarnar. Það ekki náttúrulega kellingar sem að vinna á Kastljós, sko. Hérna getið þið bara pantað, ég ætla að fá 1 Zika-vírus, add to cart. Ég ætla að kaupa 1 svona Zika-vírus. Customer service. Hello, proceed to checkout. $516. Continue to shopping. Það eitthvað meira sem maður getur keypt hana. Freezed and dried. Frosin og þurrkaðar. Ok, interesting. Ég meina, veist, þetta er bara, og það sem er líka þið áttu ykkur einu, það er ástæðan fyrir því að Genakári á bakvið alla þessa starfsemi. Hann náttúrulega Rockefeller-hóra og það svo sem erfitt að greina á milli ælunar þarna sem kemur út úr Sorrow Open Society eða Rockefeller Foundation eða Clinton Foundation eða Ford Foundation eða Carnegie Foundation eða World Wildlife Fund eða bara you name it, það allt sama ælan, bara allt í sama drullupolli. Og þetta veldið og Rand Corporation og Fabian Society og all þessi sturlu, þetta liði allt saman gjörsamlega sturlað. Að ég menna þú veist, þeirra fjármagna Genakára á Íslandi, Davíð Oddsson og þessa, hvað heitir hann spjátrungurinn, sögu prófessorinn í Guðni, já. Og hún hallaði fjármagnaðin. Þekki ekki með fleiri en þetta. Hvað maður ekki nafnir á þessum sem vilja vera stjórnarformenn mafíunnar. Já, Andri Snær, hann náttúrulega fjármagnaður af Sameinuðu þrjótunum. Sameinuðu þrjótarnir bara, ég meina Sameinuðu þrjótarnir með höfuðstöðu sínar á lóð Rockefeller. Þetta bara opin bók, sko. Come on, þetta svo augljóst. Og ég meina Björk á kafi, þessi pabbi hennar náttúrulega sjóðsmella, sko. Sennilega stýrt frá Fabian. Og þið sjáu líka, sko, fréttafólk eins og Elín Hirst. Ef þið farið að skoða þess fjölskyldu þessa fólks, til dæmis pabbina Bjarkar, hann var mjög hentugur í þetta ljóta leik sem að spila á Íslandi, og þá dóttur hans boðið frægð og frama. Ekki það að gaulið í henni hafi skipt neinu máli, heldur bara að hún dóttir þessa manns sem þarf að gera gott við. Sama með svona Elínar Hirst, og hann hefur fengið bara Harvard háskólapróf upp á vasan, sko. Og þið sjáuð börn elitunar, þannig elitunni líka mútað, eða þessari elitu mafíu, sko, að þeim mútað svona. Og dóttir hans, hún Lilja Alfreðsdóttir, og dóttir Alfreðs, sem líka svona erlend mella, Kana eða Brussel mella,
að hún fari vinnu í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Seðlabankanum og allt gúti sko að og þessna sá ég strax í gegnum hana Birgittu af því að hún var ekki búin að vera kosin bara 3 sekúndum eftir að hún var kosin á Alþingi var hún farin að vinna í NATO og Já, ég svona beigja sko, Axel, ég að breyta NATO innan frá. Já, einmitt. Sjór. Og Píratar eru bara svona einhverjir poppjæsar, sko. Það eru bara eitthvað svona popular núna en algjörlega stýrt af valdstjórnarelitu mafíunni. Hún Bilderbergs systir hans Björns, man ekki hvað hann heitir kerlingin. Ég meina, hún kærasta hennar Birgittu, sko. Þær eru alveg bara gúti saman, sko. Og þetta svo greinlegt, sko. Þetta svo transparent. Það hálfa væri nóg, sko. Og og ég veit ekki. Sko, ef að ég hef reyndar verið að spá í eitt, sko. Ég ætlaði reyndar að gera ennst vídeó Truman pælinguna mína, eða Truman kenninguna, sem að Biblían, til dæmis, fjallar sköpunarsaga Biblíunar, sköpunarsaga orðveruleika. Eða sem sagt byggingarsaga Trumans að málið og sko, fólk stríðsáróður heilaþvottur áróðurstorfsemi, þetta allt sem hann gert með orðum og hugsunum og sko það ennþá í gangi sama þjóðfélagsverkfræði og var í Babylon. Þessna Evrópubandalagshúsið byggt eins og Babylon og ef þið horfið á Illuminati táknin í Washington eða City of London eða Paris eða Ísrael eða flettiði bara upp. Það allt saman útkrótað í þessari gömlu babylónísku fræði. Og það allt saman spurning tungumál og upplifun þín á veruleikanum. Og og meira segir gengið svo langt að þú veist ekki einu sinni hvar þú ert. Og þá erum við komin út í þessa flötu jörð og þá pælingu og tunglið og sólin og allt þetta. Þetta allt sem að þú hefur lært þetta lygi. Þú þarft ekki annað en að fara út og horfa á tunglið eða sólina til þess að sjá þetta. Passa að horfa ekki mikið í sólina, það getur þú ert að hafa rafsuðugler fyrir augunum þú horfir í sólina. En þú sér það líka bara þegar sólin skín og geislarnir koma og hún ekkert í skriljón, biljón ljósára fjallað, sko, það bara kjaftaði, sko. Og tunglið lýsir sig upp sjálft. Það ekki þannig að tunglið lýsist af endurvarpi sólar. Þetta hef ég bara séð í himnunni hjá mér. Og og ég ég ætla ekki að opna forrit því það alltaf svo tæft útsendingarnar. En ég tók mynd af tunglinu bara með myndavélinni minni sem reynda full frame vél og með ágætis aðdráttarlinsu, setja hann á fullt og þá næ ég bara detail myndum af tunglinu. Og ef að það svona rosalega langt í burtu þá það ekki möguleiki að ná þannig myndum. Og í málinu þá vanishing point vanis þýðir að hverfa
og punktur þýðir punktur, að hverfipunkturinn þýðir að eitthvað hverfur úr augsýn. Og þess vegna þetta allt í svona, þú veist, perspektífið á öllu, að það fer í hverfipunkt. Þannig að og þess vegna náttúrulega búið að vera í gegnum aldirnar allar þessar bókabrennur og það verið að hirða þekkingu og rit manna aftur og aftur og aftur verið að tæma þekkingabanka mannkyns. Og en núna virðist vera gríðarlega mikið vakning, að menn að enduruppgötva hluti sem að virðist hafa verið bara rifið úr höndunum á fólki og falið eða brennt. Og það hluti af þessu Trúmanni, sko. Þið munið að það hafi séð Trúmann myndina, að það var alltaf skýringar á öllu, sko. Og þessi Trúmann var sannfærður að hann byggi í raunverulegum heimi. Og af því að frá blautu barnsbeini þá ólst hann upp í þessu umhverfi. Þetta voru allt saman leikarar og leigarar sem voru í kringum hann. Og það ástæðan fyrir að þau vilja helst fá börn við fæðingu inn á dagheimili eða heilaþvotastofnanirnar. Og það í þessu ljósi sem að maður sér að allt, það svo mikill munur á fólki og húsdýrum sem að kallaði lýður. Og og maður sér líka sömu blekkingatæknina nota það í trúarbrögðunum, í umhverfissinnanum, í ríkistrúnni og öllu þessu. En allt hefur sömu grunnelementin, eins og að taka skatta með valdi eða ofbeldi. Þannig var það gert í kaþólsku kirkjunni eða í þessum kirkjum. Þá var bara sagt, já, allir eru fæddir syndarar, sko, þannig að þú þarft að borga aflát, þú þarft að borga aflátsbréf vegna synda þinna. Og þetta alltaf sami fótboltaleikurinn, sko, bara á replay, aftur og aftur og aftur og aftur í hundruður ára og þúsundir ára. Og fólk situr alltaf við sjónvarpstækið og bara, já, vá, frábært, já, veist. Og það lífið þitt, sko. Og þegar þú ert bara húsdýr, sem ég kalla heimskingi. Og ekki láta mig trufla fótboltaleikin ykkar, sko. Veist. Það verða svaka flugveldasýningar í kringu það, væntanlega. Og þannig að en mér finnst það mjög merkilegt, því ég upplifi stundum að ég sé bara að rausa eitthvað út úr raskandi á mér, sko. En mér finnst mjög merkilegt að forseti sér ástæður til að svara því sem ég var að setja fram í það. Og Ragnar Aðalsteinsson, sem nú einhver svona lögfræði populisti, að hann tekur upp þráðin hjá mér aftur og það raun alls staðar verið að svara því sem ég að segja. Og þá að reyna að svara því þannig að það ekki niður, eins og með lögregluna og lögguhaugana og hvernig þeir falsa bara gögn, hvernig þeir eru á kafi í skipulagðri glæpastarfsemi. Þetta allt saman að verða fólki ljóst. Og sýslumenn bara að innheimta húsafólki með ljósritunum
og það bara allt í vitleysu sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig maður á að orða þetta þannig að ég skilji þetta sko. En ég ætla að benda ykkur á eina grein hérna á Frelsi TV. Norðmenn stefna á að ræna íslenskum barni. Það hérna samtal Hafni Már Hafna og Hafni Már Rabsson og Guðjón Hreimberg áttu mjög gott viðtal, þetta er mjög Guðjón er í raun miklu færari á ákveðnum sviðum eins og heldur en ég er miklu harðari í viðtölum og eins og hann sagði reyndar í þessu vídeo, ég er debater sko, ég er ekki svona saumaklúba kelling eða sérst að sitja í saumaklúbum sko, ég er með ákveðin stíl og Guðjón er með annan stíl, þannig að ég er mjög ánægður að hann talaði við Hafnamann og mjög ánægður með það. Þótt að okkur Hafna hafi ekki lukkast að klára samræðu þátt að þá óska ég Hafna bara hins besta og virði mjög þann veg sem hann er á. Hann er að vinna úr sínum málum í gegnum samfélagsmiðlana sem er mjög gott, það er mikið betra að gera það heldur en að vera inn í skáp. En ég hvet ykkur til þess að horfa á þetta viðtal og ég hvet ykkur til þess að styðja, láta ykkur máli varða og styðja þessa íslensku fjölskyldu þar sem það verður að brjóta gegn fjölskyldufrið og fríðhelgi þeirra heimilis. Það var nú að laga þessa stafsningavelli, ok. Að við getum ekki látið þetta bara fram hjá okkur fara og það eru Guð hjálpi mér í Noregi sko. Norway Stop Child Kidnapping, Romania Support, þú veist, þeir eru bara í þvílíku rugli í Noregi sko. Og nú ætla þeir að fara að byrja að ræna íslenskum börnum og hvað ætlað þú að gera í því? Ætlað þú bara að sitja heima og bora í raskata á þeir eða hvað? Að taki þátt í þessu og já, sameinið stöndu við og sundrumst við, fallið við. Já, ég verð þess að ég er á fullu í námi núna sko, ég byrja í nýrri vinnu 1. júlí og ég er nú með einhver hönnaverkefni sem ég er að klára. En endilega kíkið á þennan nýja innskráningarflip á Frelsi TV, sjáðu hvort þið fáið hann til þess að virka eitthvað. Og allavega þess að byrja með verður það alveg frí. En það getur verið ég reyna að sýta svo upp eitthvað áskriftagjald þar sem ég ger eitthvað gúti fyrir þá sem er að styðja mig. Þá er eitthvað svona áskriftir og þeir sem eru áskrifundur fá þá eitthvað eða fá náttúrulega eitthvað annað efni heldur en hinn sem er ekki áskrifundur. Og eru á póstlista þá, þannig að ef það er eitthvað jafnvel þá að senda út þegar að live er og bara alls konar fínir í gæti þá borðist ykkur í tölvupóstinu og já, þannig er nú það. En það virðist vera smá hjá honum Hafna, þá þið horfum alltaf bara á þetta viðtal, þá
þá eru kona Hafna og dóttir hans ásamt 5 ára dreng sem er afabarn Hafna eru hreinlega á flótta undan norsku glæpamafíunni og þeir eru reyndar undirverktakar fyrir íslensku glæpamafíuna og ég reyndar Hafni hefur ekki sagt það en ég sé tengsl milli Hafna og Landhelgisgæslunnar sem er í stórfelldri glæpastarfsemi. Þannig að við getum verið að horfa upp á sama dæmi og var með hann Sævar í Árbænum. Já, einn punktur sem ég ætla að koma fram. Þetta sem að þið kannistu á Íslandi, mannshvörf, það bara hverfur eitthvað bara á Íslandi, bara hverfur. Þetta eru valdstjórnarmorðin. Þetta er fólk sem að tengist glæpastarfsemi valdstjórnarinnar og eins og allar mafjur þá þurfa þær að drepa gríðarlega mikið af fólki og ég varð hálfpartinn vitni að einu svona dæmi að það var gaur sem var í kafi í þessum eiturlega heimi og hann var alltaf orðið svolítið stektur í heilanum og var farin að tala alls konar hluti sem að ég vann aðeins fyrir lögregluna fyrir mörgum árum gerði fyrir það einhverja útgáfu sem þau voru með einhver tímarit eða ferðahandbók eða voru að gefa út eitthvað svona drasl lögreglufélagi þannig ég þekki þessi innviðina hjá þessu glæpaapparati og þessi náungi átti síðan að hafa fram í sjálfsmorð í fangaklefa þannig að gríðarlega mikið að sjálfsmorðum í fangaklefum eru líka tengd þessari glæpastarfsemi þannig að þessi atburðarás gagnvart Hafna er svolítið einkennileg mörguleyti og hann lýsir því í þessu viðtali þegar að Sveinn Andri Sveinsson var að höstla bara eitthvað dóm á hann Sveinn bara hann er lögfræðingurinn hans þá verja hann fyrir dómi hlutlausum dómi þá bara mætir Sveinn Andri með eitthvað pappír og höstlar hann í 2 klukkutíma til þess að fá hans að skrifa undir það til þess að kvitta upp á eitthvað glæp sem að virðist hafa verið sjálfsvörn sem er ekki glæpur og sjálfsvörn er ekki glæpur þannig að maður er að spurja eða svona veltaði fyrir sér hvers konar höstlari er Sveinn Andri við vitum að hann er í frímúrarareglunni hann hefur bara einfaldlega birst á myndum með það með frímúraraskartið fyrir aftan sig get svo sem vel að það sé bara eitthvað svakalega mikil tilviljun, ég veit það ekki en maður þarf svo sem ekki annað en að fylgjast líka bara með honum hvernig hann vinnur og fleira slíkt þá sérðu maður sér frímúraran í honum og hann er velkomin hérna í viðtali á mér ef hann er ekki sammála því sem ég er að segja en það held ég að verði engin alvöru lögfræðingur nema að vera í mafíunni minnaður já, það getið fundið að ég er ekki að finna það hann að mynda á honum á skrifstofuna það sem hann er með frímúraraskartið á veggnum fyrir aftan sig og skarri
Þannig að og líka hvernig hann að vinna eins og í þessu máli. Þetta svona frímúrar að stebba að þessu, sko. Þeir vinna voða mikið svona. Og já. Þannig að það margt voðalega skrítið í þessu máli. Og það ljóst að ástæðan fyrir því að hún ráðherra Kerling Hanna Birna var látin fara var að inn á hennar borð og í raun hennar næsta verk var að taka á skálduðum ákærum að lögreglan getur farið inn á þitt heimili bara með hurðin á bakinu, tekið þig eða hvern sem á heimilinu og farið bara grýtt í fangelsi. Bara ef þau telja að á heimiliðinu sé heimilisofbeldi. That's it. Já, við töldum að þarna væri heimilisofbeldi. Já, hvað? Já, svo hengd hann sig í fangelsinu. Þetta í gangi á Íslandi í dag. Og það búið að keyra í gegnum öll lögin. Sem reynda náttúrulega bara brandari, þessi lög tákna ekki neitt. Þetta bara prump og einskis virði. En það önnur saga. Ná, það ekki allir villis að neina, sko. Lekamálið hafði áhrif. Þannig að það fróðlegt að sjá. Sko, það verða atburðir núna á Íslandi sem verða algjörlega transparent, allavega fyrir mig. Það sem að þeir þurfa að spinna, þeir þurfa að falska fána, þeir þurfa, það bara, ég meina, ég bara búin að sýna ykkur silfurskotturnar, sko. Það ekkert, það eru bara fastar í ljósinu núna. Þetta alveg augljóst. Og ég skora á þig ef að þú getur afsannað eitthvað sem ég hef sagt að gera það. Á málefnalegan hátt. Ég bara, ég löngu hættur að taka við prumpið, sko. Þú getur bara sniffað þitt eigið prump sjálfur, sko. Ég hef enga þörf fyrir það lengur, sko. Alveg nóg með mitt, sko. Þannig að já, löggan náttúrulega, sko, Ísland í dag lögregluríki. Og það mjög stutt í að ávextir andskotans, ávextir lögregluríkisins koma fram í miklu magni, sko. Lögregluríki eins og arfi. Það bara meira átamál að reyta það í allt saman í burtu. Og og það náttúrulega það sem erfiðast að þessar pólitík glæpastarfsemi, sko. Og þessi glæpasamtök eru með sprengju snat og sprengjusveitir, sko, það sem að Íslands núna bara að sprengja Jemen til andskotans, sko. Og ég náttúrulega sjá í Sýrland og nú á að fara að ráðast á Rússland og þetta liðið algjörlega sturlað. Bara, NATO, Washington og allt þetta liðið bara gjörsamlega crazy, sko. Og nú menn að horfa á þetta Brexit þarna í Bretlandi, það allt sem að falsað. Þetta enga kosningar, þetta bara eitt sirkusinn enn. Bretland mun segja nei við að ganga úr EU, það alveg fyrir sér. Og það meiri hluti Breta muni kjósa nei, við viljum ekki vera í Evrópubandalaginu.
þá verða niðurstöður kosninganna, já, við viljum endilega vera áfram í Evrópubandalaginu. Það verður niðurstaða kosninganna. Já, þess vegna kalla ég á löggu og hauga, skipulag glæpasamtök. Valdstjórnin eru skipulag glæpasamtök. En ég hefði gaman að því ef eitthvað myndi leggja fram ákæru á valdstjórnina. Getur verið ekki að gera það sjálfur. Ég mun hugsanlega líka taka við ákærum það inn í Víkingadóm, en ég svolítið alltaf að vefjast fyrir mér, sko, því að ég svo mikill perfektionisti, sko, að ég mun hugsanlega fjalla kæruna sem hefur borist gegn Ólafur Ragnar Grímssyni þegar hann hættir á forsetastóli af ákveðnum ástæðum. Ég vil ekki gera það þannig að alveg eins og héraðsdómur og Hæstiréttur dæmir fólk fyrir glæp gegn valdstjórninni, þá mun Víkingadómur taka fyrir mál þar sem að kært fyrir glæpi gegn heimilisfriði, eða það sem að glæpir gegn friðhelgi heimilisins eru framdir. Ég mun glaður taka við slíkum ákærum og ég mun taka morðákæruna gegn Ólafur Ragnar Grímssyni fyrir. Bara á réttum tíma. Og síðan bast önnur ákæra sem svo flókin að ég treysti mér ekki í hana, sem reyndar það glæpamál gegn einstæðum föður og það bara mjög flókið mál eða svona komið. Já, ég sé ekki alveg hvernig formlega ég get tekið það inn. Ég get skoðað þessa morðákæru gegn Ólafur Ragnar Grímssyni og ég gæti hugsanlega tekið, og Víkingadómur hefur áskilið sér rétt til að taka mál sjálft og mál til dæmis gegn Ólafur Ragnar Grímssyni fyrir valdarán eiginlega bara bull ákæra, sko. Af því að bæði forsætisráðherra og forseti eru skipuleg glæpasamtök sem að bara, þetta að taka fyrir ákæru mafíósa gegn mafíósa, sko. Það bara moot point, sko. Moot point. Það bara bull. Þannig að það hlutur sem að ég tek náttúrulega alvarlega að þetta hefur borist Víkingadómi og Víkingadómur Salómonsdómur, samskonar dómstóll og Salómonsdómur var. Það var þessi einn maður sem dæmdi bara og þannig það. Og já. Þannig að takk fyrir komin í kvöld. Heyra ég svolítið þreyttur, þannig að vonaði hafið ég fengið eitthvað efni frá mér þrátt fyrir það. Ég mun væntanlega gera þetta live alltaf svolítið meira, það þarf að setja tíma á það og auglýsa það og það er svona aðeins meira streita við að setja upp live. En ég mun hugsanlega gera fleiri svona rönt sem eru það bara örstutt og alltaf að reyna að gera þess ensk vídeó ef ég hef tíma. Og rant þá eitthvað sem ég sitt bara í gang og byrja bara að tala. Ég auglýsi það ekki eða neitt, sko.
þið náttúrulega eru áskrifundur, þá munið þið sjá það koma í listan og ef að póstlistin virkar á frelsitv.com þá munið vantilega senda tilkynningu á það og hugsanlega setja það inn á síðuna. Ég setja allt á Facebookina, það er allt þangað. En hérna, já, ég er bara beðið Guð og góðar vættir að vaka yfir fjölskyldu Hafna. Það er gríðarlega erfiðri stöðu. Og ég bið að Guð og góðu vættirnar að venda Sturla, bankstærarnir dreipi hann nú ekki fljótlega. Svo við gerðum við Kennedy. Og hérna Skrújú fréttagengið sem hefur útungað sér í Reykjavík Media og víðar eru ærulausir aumingjar. Það tekur engin mark á þessu fólki. Og fjölmiðlar 365 eru, og reynda allir þessi fjölmiðlar sem fólk er að rýna á eru vafasamir. 365 eru búin að sýna sitt eðli með því að velja bara úr ákveðna forsetaframbjóðendur og mjög ófagleg vinnubrögð hjá þeim. Og allt þeirra eignarhald er falið í Panama. Í Panama. Það veit ekki hver á þessa fjölmiðla einu sinni. Þetta er bara svona ærulaust lið að blara út raskatið á sér og vinna fólki í stórtjón. Og þið sjáið að þessi elitumafía, þessi valdstjórnumafía, að hún eitt einkennið, þið sjáið hana, hún er alls staðar að koma sér upp einangun. Sjáið það sérstaklega á Keflavíkurflugvelli. Takk eftir, þetta er sama aðferð og að nota í miðbænum í Reykjavík, þar sem að það er bara í mörg ár rústu business og skemmtistöðum og í rauninni er þessi mafía búin að yfirtaka miðbæinn í partí eða brennivín í fólk. Og þá komum við aftur á landhelgisgæsluna sem er að flytja inn náttúrulega spritt og alls konar drasl sem er selt þarna. Og þetta er allt saman frekar transparent sko. En ég ætla að minna ykkur á að styrkja þessa hreyfingu. Þetta er náttúrulega ekki hreyfing. Styrkja þetta dæmi hjá mér, Frelsi TV. Og ég er með íslenskan bankareikning sem er hérna undir. Og takk fyrir stuðningi sem hefur borist. Ég fengi 1 stuðning á íslenska reikningin. Takk fyrir það. Og ég er alltaf með PayPal-ina þá. Og endilega styrkiði líka Guðjón Reynberg. Hann er að gera gríðarlega góða hluti. Og svo núna í þessum málum sem er að byrja, eða þess eru í ferli á Hafna Má. Þó ekki sína mannlegu stuðningur og eða svona, já, þið veitir hvað ég meina. Að hérna það er gríðarlega mikilvægt að styrkja það sem maður vill að vaxi. En ég bið þið bara vel að lifa. Fyrsta reglan er að vera í andlegu jafnvægi. Vera óhræddur og bara líga glað. Og þá er nú þetta góð biblíufræðslan því það er þetta kennt í smáatriðum. Ég til dæmis heyrði einhvers staðar því flekt að krabbaminn væri orsök krabbamins væri ótti. Það held ég sé mikið til í því. Ef þið bara horfið á fréttir eða fjölmiðlunar og spurðið ykkur, er verið að vekja ótta hjá mér? Er verið að vekja ótta hjá mér?
þá ferðu að sjá annað samhengi í hlutunum. Og þið sjáið núna með þessu Panama dæmi, þá kom þar í kjölfarið þessi skammar heilaþotur. Já, Íslendingar eru sér bara alveg alls þetta er skammar og alveg bara Íslendingar eru svo skammar sín. Veist, þetta er heilaþotur, þetta er þjóðfélagsverkfræði og heilaþotur. Það er ekki þannig, Íslendingar alls það er vel liðnir, við erum getum hugsanlega verið herúlar. Ég er ekki alveg búin að átta mig hvað það er. Ég er ekki alveg til í að bekenna mig sem slíkan. Ég er víkingur. Ég er frjáls lífvera á þessari jörð. Ég er reyndar með alls konar kennitölur út víðan og öll og er í alls konar viðskiptum. En það hefur ekkert með mig, lífpersónuna Axel Pétur Axelsson að gera. Það eru bara viðskiptapappírar. Stundum vel ég að nota þetta leyfið eða hitt leyfið að starfa í þessu samhengi, hinu samhengi. Ég er bara frjáls manneskja, lífvera, get gert það sem ég sýnist. Og ég er ekki þræll neins. Það er enginn sem á mig, mín gen, sem er nú reyndar blekking, sko. Eða sem sagt einhverja lífhluti úr mér er eign mín. Allt sem hefur skapast af mér er eign mín. Og þá var ég að tala um börnin mín. Og þeir sem að hafa hugsað sér að trufla mitt líf eða mitt líf að það kostar að minnsta kosti 10 únsur af gulli fyrir hverja byrjaða mínútu hjá mér eða einhverjum af minni fjölskyldu. Fjölskylda mín er friðhelg og ef að einhver ræðst að þessari fjölskyldu eða heimilinu eða bara inn í garðinu eða eitthvað slíkt, þá ert þú búin að ganga undir þennan samning. Fyrir hverja byrjaða mínútu sem að ónæði stendur, þá eru það 10 únsur af gulli fyrir hverja byrjuðu mínútu. Ef þér líkar ekki kjörin, bara fuck off þá. Þetta eru kjörin. Og ef að þú gengur inn í þennan samning, þá veistu hvað það þýðir. En já, takk fyrir komuna. Og þegar ég er búin að ná svona aðeins jafnvægi eftir þetta er alltaf mikið vesen að vera að læra og vesenast, þá verður væntanlega hugsanlega betri tíðinni á þáttu hjá mér. Og við Guðjón hefur nú aðeins tekið pásu á þessum djúpkofunum og hérna allt góðu lagi með það. Og Þórdís hefur nú ekki keyrt í henni svona tíma. Ég hef svo sem ekki haft mikla orku í það og það er spurningum að koma upp einhverjum fleirum í svona debate. Það er nú, ég þarf að vera meira jafnvægi þegar ég byrja því. Við sjáum til þegar komin rútína á þetta nýja sem ég er að byrja núna. Þá sjáum við hvernig vindarnir blása. Og náttúrulega ef það koma ný völd á Íslandi, þá ef Ísland verður aftur sjálfsveldi, sem þýðir allir hafa valdið við sjálfum sér, þá er ég alveg til í einhverja vinnu í kringu það. Eða eitthvað vesen í kringu það. Sem er þetta erfitt fyrir mig að halda öllum prinsippunum mínum og vera eitthvað að vesenast. En ég sjá hvernig það þróast. Það er morgun, það kemur dagur eftir þennan dag. Himnarnir eru ekki að hrynja á morgun eða í dag. Og
góða nótt, takk fyrir komuna og munið að leysa ofbeldi með ofbeldi er heimska. Verið friðsöm og elskið friðinn og strjúkið kvíðinn á sjálfum alltaf. Bless.